Já, góðan daginn, ég heiti Gunnar Þórisson, ég er deildarstjóri í SharePoint, App og CRM deildinni í Advania. Mér langar að segja eitthvað frá því að ég var á fundi hérna fyrir 2 dögum með breskum Birgja. Hann var að segja mér frá því hversu Bretar væru stressaði fyrir GDPR. En hann hefði verið átt samtal við þýskan kollega sinn sem hann sagði að Þjóðverjar væru mjög afslappaðir yfir þessu. En það er af því að Þjóðverjar eru búin að vera að vinna svona í mörg ár. Og en nú eru því vantilega og mörg fyrirtæki að hugsa hvaða skilyrði þarf að uppfylla áður en að GDPR, áður en þetta fer í gang. En þá þarf líka að passa upp á það að það þarf að skrá þessar beiðnir. Það þarf að skrá fyrirspurnir og frávik. Og við erum með hérna kerfi sem byggir á SharePoint sem langar aðeins að renna yfir með ykkur. Við tökum dæmi um einstakling sem kemur inn í fyrirtæki til ykkar og vill fá upplýsingar. Annaðhvort kemur og talar við persónuverndarfulltrúann eða í besta falli þá ætlar hann geta fyllt út eitthvað form á vefnum og búið til einhverja beiðni. Við erum með þetta SharePoint-kerfi sem að stofna þá beiðni inn í kerfinu þar sem að persónuverndarfulltrúinn þarf að rýna og taka tillit til hvort það megi halda áfram með þessa beiðni og sækja gögn. Einstaklingum kannski að hann vil bara fá að vita hvaða upplýsingar eru til. Við erum líka hérna með vél sem heitir Index sem vinnur þá úr og krönsa gögnin. Þarna til ýmsa ferlavélar sem má nota. Þetta er bara dæmi það sem við erum með. Og svo þegar það er komið þá eru gögnin afhent til persónuverndarfulltrúans þar sem hann rýnir aftur gögnin og jafnvel á eitthvað við þau. Það er sum gögn sem má ekki afhenda og afhendir þá viðskiptavini og lokabeiðni. Persónuverndarfulltrúinn er þá með dashboard sem hann getur fylgst með öllum þessum beiðnum. Mér langar örlítið að sýna ykkur nokkur skjáskot yfir stuttan tíma. Þetta er kerfið í sjálfu sér. Þetta er síða fyrir persónuverndarfulltrúann þar sem getur fyllt út svona beiðnir. Þarna fyllir hann út einhvern titil og hvernig rætt. Þarna er hægt að velja hvort það sé upp aðgang á gögnum með eyða eða með breyta. Og persónuverndarfulltrúinn hefur svo þarna yfirlit yfir allar þær beiðnir sem eru í gangi. Inn í þetta fyrra form þá er líka hægt að koma gögnum inn úr þá ytri vef eða öðru stöðum. Sama á við frávikin og atvikin að það er síða þarna sem mann getur fyllt út og þarna þetta meira fyrir kannski svona innri vinnslur að koma gagnalekar eða einhver öryggisbrot. Þá geta innri kerfi komið gögnum þarna inn í gegnum vefþjónustur eða persónuverndarfulltrúinn sett þarna inn. Í mörgum tilfellum þarf að láta persónuvernd vita. Þannig að það er hægt að merkja það hérna og stundar láta sjálfan einstaklinginn vita. Og hérna er svona yfirlit yfir þessi mál sem er í gangi. Og persónuverndarfulltrúinn fær í mörgum tilfellum verkefni sem hann þarf að vinna og hér er hann með svona dashboard yfir þau. Og svo hefur hann einnig skjáborð. En eins og sjáu þá er þetta bara ekkert annað en einfalt beiðnakerfi sem margir hugsa sér að nota einhver önnur. En þetta er svolítið meira sérhannað að GDPR og við mælum endilega með að þið kíkið á eins með okkur. Og þetta byggir á SharePoint og mögulega Index eða öðrum ferlavélum. Og ef þið hafið spurningar þá verðið hérna fram og eftir eða hafið samband við með tölvupósti. Takk fyrir.